Herbivos örverueyðandi hreinsir með 4% klórhexetín-glúkonat. Klórhexetín-glúkonat hefur verið notað á sjúkrahúsum í marga áratugi. Herbivos inniheldur klórhexetín-glúkonat sem drepur örverur. Það inniheldur einnig sápu sem hreinsar líkamann og fjarlægir örverurnar og mýkjandi efni sem mýkir húðina. Þetta verndar húðina og minnkar líkurnar á sýkingum á skurðstað sem geta komið fram meðan á aðgerð stendur eða eftir hana. Herbivos veitir tafarlausa og langvarandi vernd. Fyrst skal fjarlægja allan farða, naglalakk, skartgrippi og líkamslokka. Klippið fingur og táneglur stuttar og fjarlægið allar gervineglur. Þvoið ykkur tvisvar sinnum með nægu Herbivos. Fyrst til að þekja líkamann, síðan til að þekja bæði líkama og hár. Bleytið andlit og líkama og skrúið fyrir vatnið til að spara það. Berið óblandað Herbivos beint á húðina. Byrjið efst og vinnið ykkur niður. Fyrst skal þvo andlitið og veita svæðinu í kringum nefið sérstaka athygli. Þar sitja örverur oft fastar. Forðist snertingu við augu, eyru og munn. Þvoið búkinn og bakið. Þvoið sérstaklega handarkrika, nafla, nára og kynfæri og forðist líkamsop. Herbivos aðeins ætlað til útvortisnotkunar. Síðan skal þvo fótleggi og ekki gleyma svæðunum á milli tánna og iljónum. Skrúfið síðan aftur frá vatninu og hreinsið vandlega. Þar sem klórhexetín hefur bundist húðinni, mun varan halda áfram að virka eftir að hún hefur verið hreinsuð af. Herbivos milt fyrir húðina. Það hættir ekki að virka við snertingu við blóð eða aðra líkamsvessa. Nú skal endurtaka öll áðurnefnd skref en byrja á hárinu. Hreinsið vandlega af og þurrkið með hreinu handklæði og veitið húðfellingum og svæðum á milli fingra og táa sérstaka athygli. Farið í hrein föt. Notið ekki krem, púður, olíur, hárvörur, svitalyktareyði, ilmvötn, farða eða naglalakk. Notið heldur ekki skart eða líkamslokka. Þá líkaminn tilbúinn fyrir skurðaðgerð. Lesið fylgiseðilinn ávallt vandlega fyrir notkun Herbivos. Herbivos lyf með 4% klórhexetín-glúkonat. Forðist langtímanotkun án samráðs við lækni. Hafið samband við lækni, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing og fylgið alltaf reglum sjúkrahússins.